Til máls tekur Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, 1. þingmaður Suðvesturkjördæmis. Hæstvirtur forseti, góðir Íslendingar. Við Íslendingar stöndum nú frammi fyrir vanda af stærðargráðu sem óþekkt í sögu landsins okkar. Það reynir á hagsæld fjölskyldunar, rekstrargrundvöll, fyrirtækja og efnahag þjóðarinnar. Því skiptir öllu að á tímum sem þessum starfi samhent ríkisstjórn sem hafi þor og dug og vilja til þess að takast á við þau erfiðu og stundum sársaukafullu verkefni sem framundan eru. Ég vil því óska nýrri ríkisstjórn velfarnaðar í störfum sínum og verkum komandi vikur og mánuði. Þung byrði væntinganna og ég vona að ríkisstjórnin nú nýsest haldi vel á spöðunum landi og þjóð okkar til heilla. Sjálfstæðisflokkurinn og þingmenn hans munu að sjálfsögðu styðja nýja ríkisstjórn til góðra verka styrkja atvinnu og efnahagslíf landsins okkar. Við munum í krafti umboðs kjósendaflokksins ekki aðeins veita ríkisstjórn málefnalegt aðhald, heldur bjóða í fyrsta skipti í langan tíma upp á sterka og samstíga stjórnarandstöðu. Til marks samstarfsvilja okkar og metnað til verka hér á þingi hefur þingflokkur Sjálfstæðisflokksins nú þegar lagt fram 2 frumvörp sem við teljum mikilvægt að nái fram að ganga. Annars vegar það frumvarp skuldaaðlögun sem inniheldur brýnúrræði fyrir þá sem lenda í greiðsluerfiðleikum og hins vegar frumvarp aðgang einstaklinga að séreignarsparnaði sínum til greiðslu skulda. Frumvarp þetta gæti létt mjög á skuldugum einstaklingum og heimilum í landinu. Bæði þessi mál voru tilbúin áður en ríkisstjórnarsamstarfi Sjálfstæðisflokks og Samfylkingarinnar lauk og raunar hafði frumvarpið skuldaaðlögun legið nokkurt skeið inn í þingflokki Samfylkingarinnar og beðið afgreiðslu. Góðir landsmenn, grundvöllur þess endurreisnarstarfs sem framundan liggur í samstarfi okkar við Alþjóðagjaldeyrissjóðinn. Þetta samstarf og sú áætlun sem það byggt á lykilforsenda þess að á landinu skapist nauðsynleg tiltrú og forsenda þess að landið njóti alþjóðlegs stuðnings við það uppbyggingarstarf sem framundan Íslensk stjórnvöld unnu í samráði við sérfræðinga Alþjóðagjaldeyrissjóðsins efnahagsáætlun til 2 ára sem gengur í aðalatriðum út á þrennt, að styrkja gengi krónunnar, endurreisa bankakerfið og ná tökum á rekstri ríkissjóðs. Það var því ánægjulegt að sjá að í verkefnaskrá ríkisstjórnarinnar nýju var kveðið á áframhaldandi fylgni við fyrirliggjandi stefnu. Hins vegar vekur það upp óvissu. Allt tal annars stjórnarflokksins Vinstri grænna að endurskoða eigi áætlun Alþjóðagjaldeyrissjóðsins sérstaklega í ljósi einstrengingslegrar afstöðu þeirra gagnvart sjóðnum í gegnum tíðina. Og óvissa akkúrat ekki það sem við þurfum núna á að halda. Einnig verður fróðlegt að sjá hvernig ríkisstjórnarforkólfunum muni ganga að komast að niðurstöðum aukin niðurskurð á ríkisfjármálunum. Þar sem helsta baráttumál annars flokksins og stundum beggja hefur verið að auka þau en ekki minnka. Við skulum segja þetta skýrt. Það halli á ríkisfjármálunum. Og hvernig ætlar ríkisstjórnin að taka á þeim halla? Hvernig geta ötulustum talsmenn aukinna útgjalda, flokkur og flokkar sem fundu að niðurskurði fyrir ríkisstjórnar allt til foráttu, nú fundu leið til þess að draga úr halla ríkissjóðs. Og það bara eitt í boði. Og það að hækka skatta. Það að stór hækka skatta. Og við slíku mun ríkisstjórnin ekki finna fyrir veika stjórnarandstöðu. Sjálfstæðisflokkurinn getur ekki stutt við það að velta stórauknum byrðum yfir á heimili landsins enda sýnir reynslan okkur að þegar vinstrimenn tala breytingu á skattkerfinu þýðir það á mannamáli hærri álögur á meðaljónin og gunnuna og meiri jaðarskatta. Það nú bara þannig. Góðir Íslendingar, á föstudaginn verða 4 mánuðir liðnir frá því að Alþingi samþykkti neyðarlögin svokölluðu. 4 mánuðir ekki langur tími í stóra samhenginu, en hann hefur verið lengi að líða og verið mörgum mjög erfiður. Engu að síður voru fjölmargar stórar ákvarðanir leiddar til lykta á þessum tíma og við höfum náð því að koma okkur í skjól fyrir frekari efnahagslegum skakkaföllum í bili. Auðvitað voru mistök gerð, bæði í aðdraganda bankahrunsins og eftir það. Það verður að segjast hreint út. Annað væri óeðlilegt í þeim sviptivindum sem störfin voru unnin í. Sjálfstæðisflokkurinn dregur enga dul á þetta og það líka ljóst og verið sagt áður að upplýsingagjöf störf ríkisstjórnarinnar hefði mátt vera skilvirkari og samræðan við þjóðin okkar betri. Slíkt hefði skapað traust og minnkað tortryggni. Það getum við engum kennt nema sjálfum okkur.
Þó mun sagan sýna að á þessum fyrstu dögum og vikum eftir hrunið voru unnin þrekvirki og orsökuðu þau að hér fór ekki mun verr. En hvað á að gerast næst ef að rétt að málum haldið? Verðbólga mun ganga hratt niður og við sjáum raunar skýr merki nú þegar á verðbólgumælingunni fyrir janúarmánuð að hækkunin milli mánaða er svo minnsta í langan tíma. Lægri verðbólga þýðir lægri afborganir af húsnæðislánum og minni hækkanir á verðlagi. Þetta er kjarabót sem allir skilja. Lægri verðbólga þýðir líka að vextir eiga að geta lækkað. Vaxtalækkun er svo vítamínsbrauta sem fyrirtækin á Íslandi þurfa nauðsynlega á að halda, en það liggur fyrir að við hefðum geta fengið þessa vítamínsbrautu í síðustu viku ef ekki hefði komið til stjórnarkreppa. Unnið hefur verið hörðum höndum að því innan bankana að ganga frá verðmati á eignum bankana og skilja endanlega á milli gömlu og nýju bankana. Nú þegar liggja fyrir tillögur og mikil vinna sem getur orðið til þess að bankakerfið okkar fari að fúnkera og þeim þarf að fylgja eftir. Það er lykilatriði svo að óvissan minnki og traust skapist þannig að fyrirtækin geti skipulagt sig í núinu og til framtíðar. Góðir Íslendingar, í dag eru yfir 13.000 manns á atvinnuleysisskrá á Íslandi. Þetta eru hrikalegar tölur og allt verður gert til þess að þær verði einungis tímabundnar. Atvinnuleysi má ekki skjóta hér rótum. Ekkert böl leggst af meiri þunga á þjóðarsálir og þrek en þannig ástand. Við Íslendingar getum staðið af okkur ýmis áföll, en við getum ekki og megum ekki sætt okkur við að hér skapist það ástand til langfram að vinnufúsar hendur fái ekki verkefni við hæfi. Ég trúi ekki öðru en að ný ríkisstjórn leggi allt sitt á vogarskálarnar til að koma í veg fyrir að slíkt ástand myndist og mun hún njóta fulltingi Sjálfstæðisflokksins til slíkra verka. Af þessum sökum hljóta fyrstu skref nýju stjórnarinnar í atvinnuuppbyggingu að vekja furðu. Þegar allt er undir, einkennast vinnubrögðin af gerólíkum áherslum og skoðunum flokkana þriggja sem að stjórninni standa. Nýr umhverfisráðherra var ekki búinn að vera hálfan sólarhring í starfi þegar hann lýsti því yfir að ríkisstjórnin hefði ákveðið að hætta við álver á Bakka og slá þau áform varanlega út af borðinu. Iðnaðarráðherra hljóp þá til með sína skoðun og leiðrétti umhverfisráðherrann og sagði að ekkert hefði verið ákveðið álver á Bakka. Síðan var þriðja og fjórða skoðunin, þær skoðanir eru innan Samfylkingarinnar, en hinn fimmta kom síðan frá Framsóknarflokknum. Varaformanni Framsóknarflokksins sem lýsti því yfir að hann myndi aldrei styðja ríkisstjórn sem legði svo mikið sem stein í götu þess að álver yrði reist á Bakka og ég fagna því. Sömu sögun er að segja hvalveiðar í atvinnuskyni sem talið er að geti skapað 200 ný störf hér á landi. Stjórninni virðist ómögulegt að komast að niðurstöðu í þessu máli og væri forvitnilegt að heyra hvað sjávarútvegsráðherrann hæstvirtur hefur að segja við þau tæplega 1000 manns sem eru á atvinnuleysisskrá í Norðvesturkjördæmi. En allir þessir ráðherrar eru jú í boði Framsóknar. Og fleira virðist vera sem að stjórnin á erfitt með að tala um. Mikilvægasta hagsmunamál framtíðarinnar að mati Samfylkingar, Evrópumálin. Þau má ekki tala eða ræða. Rétt innbragð á þeim. Reyndar sagði einn þingmaður Samfylkingarinnar í dag og skrifaði í blöðin að ríkisstjórnin væri þráðbeint á leiðinni í Evrópusambandið. Ætli fjármálaráðherrann viti af því eða samdi fjármálaráðherrann af sér við ríkisstjórnarborðið. Hin nýja ríkisstjórn fær 3 mánuði til að sýna úr hverju hún er gerð, sem er sami tíminn og Samfylkingin gaf fráfarandi ríkisstjórn eftir hrunið. Það dugir því ekki fyrir stjórnina að tala um tímaþröng, erfiðar aðstæður og ólíkar áherslur flokkana fram að kosningum. Þjóðin okkar þarf á svörum og lausnum að halda og það strax, það er allt tilbúið. Góðir Íslendingar, eitt mál vil ég nefna sérstaklega hér að lokum og það er stjórnarskráin okkar og fyrirhugaða breytingar á henni. Ég hef talað fyrir því eins og margir fleiri í þessum sal að gera verði breytingar á ýmsum þáttum stjórnarskrárinnar. Breytingar sem lúta fyrst og fremst að því að efla þingið og styrkja stöðu þess gagnvart framkvæmdarvaldinu, en líka hugmyndum þjóðaratkvæðagreiðslur og jafnvel ákvæði sem kveða nánar á framsal fullveldis til yfirþjóðlegra stofnana. En stjórnarskráin er það skjal og sá vettvangur í okkar stjórnskipan sem verður að umgangast af virðingu. Og það er fyrir því rakin ástæða erfitt er að breytinni í dag.
Endurskoðun á henni má ekki ráðast af offorsi eða hvatvísi. Stjórnarskráin geymir grundvallarreglur okkar þjóðfélags og þau mannréttindi sem við öll njótum. Hún á að vera yfir það hafin að breytast í takti við tískubylgjur eða dægurþras. Þær breytingar sem orðið hafa á stjórnarskránu undanfarin ár hafa þannig byggst á vandaðri vinnu og þverpólitískri sátt hér inn á þingi. Slíkt vinnulag er forsenda þess að stjórnarskráin okkar njóti þess trausts og hafi þann sess sem hún á skilið. Við sjálfstæðismenn lýsum okkur tilbúna til vinnu við endurskoðun stjórnarskrárinnar að því gefnu að vanda verði til verka og leita verði samráðs þær breytingar sem til greina koma, ekki bara á lokastigi eins og nú er verið að boða, og það er nýlunda. Góðir landsmenn, í þeirri uppbyggingu sem framundan er þá þurfum við að vera trú og rækta þau gildi sem hér hafa þróast aldir. Fyrir hvað stöndum við sem þjóð og hvaða gildum viljum við sem þjóð halda á lofti? Þótt fyrstu dagar nýju ríkisstjórnarinnar lofi ekki góðu og hafi frekar sýnt fram á sundrungu og erfiðleika, þá er brýnt að þessari nýju ríkisstjórn takist vel til næstu daga og vikur. Við erum vel menntuð þjóð, við erum dugleg og áræðin, við erum bjartsýn, stolt og pínulítið þrjósk. Leið og við verðum að læra af reynslunni skulum við nýta okkur þessa eiginleika þjóðarinnar og skapa hér að nýju öflugt og heilbrigt samfélag sem við getum búið við, stolt og hamingjusöm í frjálsu landi. Sjálfstæðisflokkurinn mun leggja allt sitt á vogarskálarnar til að svo megi verða. Góðar stundir. Til máls tekur hv. 5. þingmaður Norðvesturkjördæmis Einar K. Guðfinnsson og talar á hálfu Sjálfstæðisflokks. Virðulegi forseti, það er ástæða í upphafi að óska nýrri ríkisstjórn velfarnaðar í vandasömum störfum. Hún tekur nú við í skugga mikilla erfiðleika sem óhjákvæmilegt er að áfram sé tekist á við af festu og ábyrgð. Það gefur auga leið að ýmislegt fór úrskeiðis hjá okkur í aðdraganda bankahrunsins og átti sinn þátt í því að í kjölfar alþjóðlegrar fjármálakreppu að illa fór. Við skulum horfast í augu við þetta, læra af reynslunni og tryggja að slíkt endurtaki sig ekki. Fráfarandi ríkisstjórn gleymdi við fyrstu afleiðingar bankahrunsins og efnahagskreppunnar með myndarlegum hætti þar sem teknar voru skjótar og markvissar ákvarðanir á fjöldamörgum sviðum sem nú eru sem leiðarljós inn í framtíðina. Í farvatninu voru síðan enn frekari og bráðnauðsynlegar aðgerðir sem höfðu það að markmiði að koma bankaþjónustunni í skikkanlegt horf, styrkja atvinnusköpunina og grípa til aðgerða til bjargar heimilum og atvinnulífinu. Þess vegna var það ákaflega sérstakt að hlusta á hæstv. Forsætisráðherra rekja þessi mál eins og þau höfðu dúkkað upp á borði nýrrar ríkisstjórnar. Það get ég borið vitni að það var ekki að ræða ágreining þessi máli fyrir ríkisstjórn. Þeim málum miðaði vel áfram og hefðu að öllu óbreytti verið komin fram mörg hver. Því miður þraut annan stjórnarflokkinn, Samfylkinguna, örendið og kiknaði í hnjánum undan þeim erfiðu verkefnum sem við var að glíma. Þess vegna slitnaði upp úr stjórnarsamstarfinu og við fengum pólitískan óstöðuleika ofan í vandræði okkar. Það fór ágætlega á því þegar hæstv. ráðherra Steingrímur J. Sigfússon fór síðan að rifja upp ríkisstjórnarmyndunina frá 1988. Það á nefnilega ýmislegt sameiginlegt. Þeirri ríkisstjórn eins og fyrrverandi ríkisstjórn var slitið í beinni útsendingu af stjórnmálamönnum sem flúðu á hólmi og í báðum tilvikum leiddi það til þess að hæstv. ráðherra varð ráðherra eins og allir vita. Hæstv. ráðherra talaði líka það að það hefði verið hækkaðir hér skattar fyrir jólin. Hann ætti að fara heim í ráðuneyti sitt og lesa sig aðeins betur til þegar það liggur fyrir að skattabreytingarnar með hækkun persónuafsláttarins urðu til þess að langflestir íslenskir launamenn fengu skattalækkun en ekki skattahækkun. Og síðan var mjög skemmtilegt að hlusta á það þegar hæstv. ráðherra var að trúa okkur fyrir því að nú væri komið á talsamband milli hans og hins ógurlega sjóðs Alþjóðagjaldeyrissjóðsins. Eins og þetta væri sérstök tíðindi, sjóðurinn sem að hann lýsti þannig fyrir jólin að hefði látt uppruna sinn hjá þeim í neðra. Og nú er bara að bíða eftir því að hæstv. ráðherra fara að segja okkur frá því hvernig tiltekst með frekari faðmlög VG og IMF. Með samkomulagi við Alþjóðagjaldeyrissjóðinn, skýrri stefnu í ríkisfjármálum og fjölmörgum aðgerðum í þágu heimila og fjármálalífs má segja að lagður hafi verið ákveðinn grunnur. Framundan eru gríðarlega viðurhlutamikil viðfangsefni sem nauðsynlegt er að takast á við af festu. Í yfirlýsingu ríkisstjórnarinnar er kveðið á að byggt verði á mjög aðhaldssamri og ábyrgri stefnu í efnahags- og ríkisfjármálum. Þess vegna lofar það ekki góðu að það sem helst hefur sést til verka ríkisstjórnarinnar fram að þessu stefnir í þveröfuga átt.
Við höfum fengið að sjá útgjaldahugmyndir en engar aðhaldsaðgerðir og ekki glittið í þær núna í kvöld. Það kemur í sjálfu sér ekki óvart. Sporin hræða því þegar við rifjum upp málefnalega fortíð þeirra sem fyrir núverandi ríkisstjórn standa ekki annars að vænta því miður en áherslan verði ekki á aðhaldssemi heldur fremur lausatök. Fyrstu dagar nýju ríkisstjórnarinnar eru heldur ekki mjög uppörvandi. Málin frá stjórninni streymar sem á færibandi, það er að segja ágreiningsmálin. Hingað til hefur engin dagur liðið án þess að þau birtust okkur ekki í einu eða öðru formi. Í fyrra dag voru það stóriðjumálin og en engin veit í dag hvort fylgt sé uppbyggingarstefnu hæstvirts iðnaðarráðherra eða stoppstefnu hæstvirts umhverfisráðherra. Í gær deildu fjármálaráðherra hæstvirtur og hæstvirtur forsætisráðherra gjaldmiðilsmál frammi fyrir þjóðinni og fullum sal af fréttamönnum og í morgun sáum við glitna í ansi efnilegt rifrildi um Evrópusambandsmál sem ýmist eru sögð út á köldum klaka í ríkisstjórninni eða á tvíbreiðri hraðbraut með fyrirhuguðum breytingum á stjórnarskránni. Eru Vinstri græn sammála formanni og þingmönnum Samfylkingarinnar að tilgangurinn með boðuðum breytingum á stjórnarskrá sé að greiða fyrir ESB aðild? Það er algjörlega óhjákvæmilegt að flokkurinn svari þessu með skýrum hætti í þessar umræðu. Hinni nýju ríkisstjórn afmörkuð 80 daga stund til verka sinna. Haldi hún uppi háttum sínum að búast við að það verði tími 80 ágreiningsefna einnar deilu á dag. Ákvörðun mín sem sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra að halda áfram hvalveiðum hefur komið af stað umræðu sem á margan hátt hefur verið óvænt. Ótti margra við að hvalveiðar kynni að valda erfiðleikum til dæmis í ferðaþjónustu hefur reynst ástæðulaus. Mikill vöxtur hefur þvert á móti verið í ferðaþjónustunni og erlendum ferðamönnum fjölgað sem hingað hafa komið til lands úr 278.000 í ríflega 500.000 eða 80% frá árinu 2002, árinu áður en hvalveiðar hófust. Hvalveiðar eru atvinnugrein sem byggir á skynsamlegri og ábyrgri auðlindanýtingu, í samræmi við alþjóðlegar reglur og samþykktir og íslensk lög. Þessi atvinnugrein sem skapar okkur verðmæt störf á tímum atvinnuleysis býr til gjaldeyri sem mikil þörf á og getur starfað á eigin viðskiptalegum forsendum með sölu afurða. Og þess vegna spyr ég, hvers vegna ættum við að banna slíka atvinnustarfsemi? Ég trúi því raunar ekki fyrr en ég tek á að ríkisstjórn sem undir forsæti þingreyndasta þingmanns á Alþingi Íslendinga eða sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra hæstvirtur sem hefur næstmestu þingreyndsluna farið með harkalegum hætti gegn vilja þings og þjóðar sem margfaldlega hefur legið fyrir. Enda glitti nú í kvöld loksins í nýjan tón í hæstvirtum ráðherra, sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra í fyrsta skipti núna í kvöld. Virðulegi forseti. Við erum sannarlega í miklu vanda stödd í efnahagslegu tilliti. En við erum kraftmikil þjóð með sterka innviði þjóðfélagsins og höfum alla burði til að vinna okkur út úr þessum vanda. Þar munu þeir hins vegar valda sem á halda. Þess vegna ríður á að vanda vel til verks, ekki ganga fram með misvísandi skilaboð og kæruleysislegum útspilum sem rýra tekjumöguleika okkar og dýpka kreppuna, eins og hafa borist undanfarna daga úr stjórnarráðinu. Við þurfum að hefja okkur upp yfir dæguríginn og sameinast öfluga framfarasókn í þágu þjóðarinnar. Til máls tekur hv. 6. þingmaður Reykjavíkur suður, Björn Bjarnason, og talar á hálfu Sjálfstæðisflokks. Virðulegi forseti, góðir áheyrendur. Leið og ég óska nýrri ríkisstjórn og einstökum ráðherrum hennar verðfarnar í störfum, lýsi ég undrun á aðdragand og aðferð við myndun hennar. Hér á landi gildir þingræðisregla og hefur gert allt frá því að íslenskur ráðherra kom til sögunar í Stjórnarráði Íslands fyrir 105 árum. Í reglunni felst að við myndun ríkisstjórnar skuli leita allra leiða til að í landinu sé meirihluta stjórn. Framkvæmd reglunnar hefur til þessa byggst á því að forseti Íslands veiti umboð til stjórnarmyndunar í samræmi við hana. Ekki sé veitt umboð til að mynda minnihlutastjórn fyrir en kannað hafi verið til þrautar að ekki sé unnt að stofna til stjórnar með meirihluta þingmanna á bakvið sig. Þegar Geir H. Haarde baðst lausta fyrir sig og ráðuneyti sitt mánudaginn 27. janúar lagði hann til við Ólaf Ragnar Grímsson að mynduð yrði þjóðstjórn. Tillagan var að engu höfð og þess í stað tilkynnt á Bessastöðum daginn eftir að Ingibjörg Sólrún Gísladóttir fengi umboð til að mynda minnihlutastjórn í samvinnu við Steingrím J. Sigfússon, enda hefði Framsóknarflokkurinn lofað að verja slíka stjórn vantrausti og frjálslyndir gert sig líklega til einhvers konar stuðnings. Þá skyldu 2 utanþingsmenn sitja í stjórninni. Í forsetaboðskap var látið að því liggja að gengi þetta eftir yrði hér til ígildi þjóðstjórnar sem fráleitt.
Við hlýðum nú í kvöld á skýrslu forsætisráðherra í minnihlutastjórn og þá skal þess minnst að óvissa ríkir stuðning meirihluta þingmanna við allt sem boðað í þessari skýrslu. Hún því lítið annað en orð á blaði. Góðir áheyrendur, þegar litið á málefnalista nýrrar ríkisstjórnar sést raunar að þar það eitt haldfast sem ákveðið hafði verið í tíð fyrrverandi ríkisstjórnar. Nú gripið til þess ráðs að færa frumvarp í annan búning eins og til dæmis frumvarp skuldaaðlögun einstaklinga og heimila sem samið var í dómsmálaráðherra tíð minni og ég hef nú flutt hér á þingi ásamt öðrum sjálfstæðismönnum. Breytingar hinnar nýju stjórnar á því máli eru þess eðlis að við venjulegar aðstæður hefðu þær komið fram við meðferð málsins í þingnefnd. En rétta mynd af tilgangi stjórnarsamstarfs Samfylkingar og Vinstri grænna birtist hér í þingsalnum í dag, þegar andstæðingar Sjálfstæðisflokksins sameinuðust að ýta Sturlu Böðvarssyni úr forsetastóli. Þeir kepptust við að segja að það væri ekki vegna starfa Sturlu, heldur vegna þess að hann væri sjálfstæðismaður. Og Framsóknarmönnum þótti sér sæma að leggja þessum gjörningi lið. Að minnihlutastjórn hefji störf með flokkspólitíska heift og hefnigirni að leiðarljósi lofar ekki góðu. Við þingmenn lútum atkvæðavaldi hér á hinu háa Alþingi. Hinu ber að mótmæla að beitt sé geðþóttavaldi gagnvart einstökum embættismönnum ríkisins. Á mörgu getur maður vissulega átt von á vettvangi stjórnmálanna en að sjá formann BSRB þótti leyfi sitji í ríkisstjórn sem gerir aðför að rétti embættismanna til starfa við því hvað enginn skynsamur maður búist. Eftir fyrsta fund nýrrar ríkisstjórnar grípur hæstvirtur forsætisráðherra til þess óvenjulega ráðs að afhenda fjölmiðlum bréf til seðlabankastjóra þar sem mælst til þess að bankastjórar biðjist lausnar, annars ráðherrann á fæti og lagasetningarvald Alþingis. Slíkri ríkisstjórn þarf greinilega að setja siðareglur. Spyrja má, gat nýr forsætisráðherra ekki valið betri gjöf til Stjórnarráðs Íslands á 105 ára afmæli þess en færa stjórnvaldsákvarðanir út á götu. Þetta ekki vönduð stjórnsýsla. Rökin í bréfinu til bankastjórana að með því sé verið að endurvekja traust á fjármálakerfinu eru með öllu marklaus. Herra forseti, ég minnist þess ekki að hæstvirtur forsætisráðherra Jóhanna Sigurðardóttir hafi gert athugasemdir við ákvarðanir Seðlabanka Íslands í peningamálum á meðan ég sat með henni í ríkisstjórn. Góðir áheyrendur, illa var staðið að myndu ríkisstjórnar Jóhannu Sigurðardóttur. Það ríkir óvissa framgang allra mála sem hann ætlar að leggja fyrir Alþingi. Fyrstu verk ríkisstjórnarinnar eru geðþótta ákvarðanir að bola embættismönnum úr störfum. Þetta ný byrjun og þetta nýtt gildismat sem ber að hafna og lofar ekki góðu. Ég efast að nokkur trúi því að við núverandi aðstæður á Íslandi sé það þjóðinni fyrir bestu að lúta slíkri stjórn. Fyrstu skref hennar staðfesta aðeins að það ekki nein tilviljun að vinstri stjórn hefur ekki setið hér í 18 ár. Og þessi stjórn komst ekki til valda nema með því að farið var á svig við þingræðisregluna. Á stjórnmálavettvangi það ljós í myrkri að kosið verði til Alþingis 25. apríl.